Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Hér á eftir ætlaði að koma til mín Ingibjörg Þorsteinsdóttir, formaður Dómarafélags Íslands og Borgar Þór Einarsson, lögmaður og aðstoðarmaður utanríkisráðherra og þau ætla að ræða aðeins skipan dómara, regluverki kringum það og svona kannski mögulega hvað megi betur fara eða hvort það þurfi yfir höfuð eitthvað að laga þar. Það verða margir dómarar í þáttunum, þessi tveir. Það Kjartan Bjarni Björgvinsson sem ætla líka að koma til mín síðar. Hann að fara að vera með námskeið sem heitir MeToo og lögin og ætla að fara aðeins yfir réttarstöðu þeirra sem að verða fyrir kynferðislegri áreitni eða ofbeldi á vinnustöðum, skyldur vinnuveitanda og svona aðeins regluverkið í kringum kynferðislegt áreitni á vinnustöðum. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins. Það eru komnar til mín Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Oddný G. Harðardóttir, þingmaður Samfylkingar, Silja Dögg Gunnarsdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og Steinunn Þóra Árnadóttir, þingmaður Vinstri grænna. Velkomnar allar saman. Takk. Þetta nú að fara af stað núna á morgun hjá ykkur eftir smá frí. Þeir eru búin að vera í jólafrí eftir að hafa fundað næstu því ofan í gamla steikina. Það var langur þingfundur hérna milli jól og nýjárs. Hvað framundan, Oddný? Það er hérna, svona ríkisstjórnin fær töluverða meðbyr, svona eins og fólk sé kannski orðið þreytt og vera reitt út í stjórnmálamenn, svona allavega til að byrja með. Áttu von á hasar strax frá upphafi á morgun? Já, við byrjum nú á leiðtogaumræðum og þá svona verða skil á ég von á og það hefur verið svolítið logn núna, það sem hafi verið í janúar. Já. En ég held að það sé logn undir storminum, vegna þess að það eru núna á voruninni mjög stór mál. Það eru 4 mál sem ég sé fyrir mig að geta verið erfið fyrir ríkisstjórnina. Það er fyrsta lagi fjármálastefnan sem er á dagskrá á þriðjudaginn strax og hefur nú þegar fengið falleinkunn frá fjármálaráði. Síðan er það fjármálaáætlunin sem er risastórt plagg. Þar sem að ríkisstjórnin segir hvernig hún ætlar að verja fjármunum og afla tekna og hver stefna verður í hverju málasviði út kjörtímabilið. Við erum kannski frekar að fara að sjá áherslur ríkisstjórnarinnar þarna heldur en í þessu frumvarpi sem þurfti að afgreiða hratt fyrir jólin. Það er þessi áætlun og stefnan sem við erum að fara að sjá núna bara næstu dögum. Já, fjárlagafrumvarpið var náttúrulega fyrir okkur jafnaðarmenn gríðarleg vonbrigði en það er fyrir árið 2018. Þarna eru 5 ár fram í tímann. Já. Þannig að þetta er stórmál. Síðan held ég að umræðan málefni dómsmálaráðherrans haldi áfram að verði háværari og það verði óbærilegt fyrir forsætisráðherra að tala traust í stjórnmálum leið og hún ver ráðherrann. Og síðan held ég að veiðigjöldin og hvernig við útlutum arði eða náum í arð af auðlindin okkar og hvernig við útlutum gæðunum. Ég held að það veri líka stórmál á voruninni ef að ríkisstjórnin ætlar að lækka veiðigjöldin ef hún setur það framar öðru, framar málefnum aldraða öryrkja, barnafjölskyldna, svo dæmi sér tekin. Bryndís, það er ekkit endilega mikil sáttatónn í Oddnýju. Eigið þið von á grimmu aðhaldi frá stjórnarandstöðunni? Ertu sammála því að þetta séu mál sem muni reynast ykkur erfið? Nei, ég er ekkert viss að þessi mál muni reynast okkur erfið, en þetta eru augljóslega fjármálaáætlunin eru eitt af stóru málunum og þar kemur svona kannski stefna ríkisstjórnarinnar í gegn miklu betur heldur en þessi umræða sem var núna fyrir jól, sem var náttúrulega fjárlagafrumvarp sem var unnið við mjög sérstakar aðstæður og mjög skömmum tíma. Ég á bara von á því að stjórnarandstaðan verði bara málefnaleg í sínu málflutningi og sinni gagnrýni. Og ég líka hef svolítið verið bara að bíða eftir því að við séum kannski svona fara að horfa svolítið bara lengra fram í tíman, vera svona meiri stefnumarkandi og stefnumótandi í bara öllum málaflokkum. Okkur hefur svolítið hætt til að vera svona svolítið einhvern veginn alltaf að bjarga málum. Þannig að ég geri bara ákveðna væntingar til þess og ríkisstjórnin stefnir að því. Það stendur þarna skýrt í stjórnarsáttmálanum. Við viljum reyna að ná meiri og breiðari sátt stór mál í samfélaginu. En það þýðir auðvitað ekkert að allt í einu verði allir bara sammála á þingi allt eina, en það er samt ýmislegt sem við getum náð miklu meira saman og ég hef væntingar til þess að okkur muni takast það. Já. Silja, þetta er svo sem eitthvað sem er alltaf hægt að deilum, en ég held að sé alveg rétt hjá Oddnýju að veiðigjöldin komi til með að vera svona ástendingarsteinn hjá ríkisstjórninni og stjórnarandstöðunni og jafnvel innan ríkisstjórnarinnar. Hvar stendur Framsóknarflokkurinn í þessu? Eru þið sammála því að það þurfa að lækka veiðigjöld eða jafnvel hækka þau? Við höfum talað fyrir því að það þurfa að fara mjög skynsamlega og varlega í hækkanir og það verður þá að horfa sérstaklega til þessara svona minni og meðalstóru fyrirtækja.
Þannig að við þurfum svona, þetta kannski flóknar en það sýnist í fyrstu hvernig þá að útfæra mögulega hækkun. Þannig að, jú, við erum opin fyrir breytingum en viljum ekki setja öll fyrirtæki kannski undir sama hatt. Það mjög mikill munur á fyrirtækjum. Við getum ekki bara horft á stórútgerðina og talað eins og það séu einu fyrirtækin í landinu. Þannig að en sjáum bara hvað setur, en ég segi eins og Bryndís að ég ber mikla vonir að þetta verði góð og langlíf ríkisstjórn og við munum ná sátt í málum og það bara við skildum hafa náð þessum 3 flokkum saman í ríkisstjórn og það sýnir manni að stjórnmálin að breytast, það sáttahugur og menn eins og þú nefndir í þínum inngangi að það komið svolítið þreyta í almenning gagnvart þessum eilífu átökum. Þannig að ég vona bara að þetta verði eins og Bryndís sagði, málefnaleg og góð umræða og við munum ná góðum niðurstöðum í þessi stóru mál. Steinunn, ég talaði líka, Oddný talaði um dómsmálaráðherra og ég ætla að tala betur það á eftir við aðra gesti en þetta hefur verið kannski svolítið erfitt fyrir forsætisráðherrann og formanninn þinn sem hefur svo sem kannski verið dálítið gagnrýninn á nákvæmlega svona stöðu sem komin upp. Þetta óþægilegt fyrir ykkur í Vinstri grænum? Ekkert sérstaklega myndi ég segja þannig séu. Auðvitað það alltaf alvarlegt mál þegar að dómstólar komast að því að ráðherra hefði ætti að gera hlutina öðruvísi og auðvitað tökum við því alvarlega. En mér finnst Katrín nú hafa svarað því ágætlega það að hún hafi aldrei gert kröfu það að ráðherrann eigi að segja af sér, né heldur að hún hafi gert þá kröfu á aðra ráðherra í svipaðri stöðu. Þannig að því leytinu til þá finnst mér þetta gert þannig erfitt mál, en ég held að við þurfum að horfa til þess hvernig skipað í dómaraembætti og ég hlakka til að fylgjast með þeirri umræðu sem verður á eftir þegar við erum búnar hér í þessu setti, því ég held að þessi bara mikilvægt samfélagslegt mál að við hugum að því. Ég ætla að fara aðeins yfir í eitt mál sem verður væntanlega stórt og mögulega erfitt á kjörtímabilinu og það eru kjaramál. Það eru 78 kjarasamningar sem losna í ár og einhver af þeim nú þegar komin til ríkissáttasemjara. Það nú kannski það sem hefur helst verið að frétta í janúar eru þessi fundir aðila vinnumarkaðarins, verkalýðsfélagana og stjórnmála. Verður þetta erfitt fyrir stjórnvöld og hafa í rauninni einhvern veginn ákvarðanir mitt kjararáðs sem svo sem búið að skipa nefnd til að skoða? Hafa þau ekki sett einhvern veginn bara í rauninni allt samfélagið þegar kemur á launamálum í rosalega erfiða stöðu? Ég veit það ekki varðandi kjararáð en það alveg klárt að vinnumarkaðsmálin eru stóra mál þessa vetrar og bæði út af því að mikið af kjarasamningur lausum en svo held ég líka eins og ég var að tala áðan það að við þurfum svona að horfa lengra fram í framtíðin og það þurfum við líka að gera í vinnumarkaðsmálum og ég held að það sé alveg bara orðið ljóst að þetta fyrirkomulagi hefur bara ekki verið að virka hjá okkur og við getum auðvitað ekki farið inn í vetur þar sem verður fullt af verkföllum og stöðu höfrungahlaupi í launasetningu og annað þannig að það klárlega áskorun fyrst og fremst auðvitað vinnumarkaðarins að ná einhverju niðurstaði í þetta en ég efast ekki það líka að stjórnvöld þurfa að koma að því bæði þegar verið að semja við okkar starfsmenn en svo má líka velta fyrir sig hvort að ríkisstjórnin þurfa að grípa til einhverja aðgerða til að liðka fyrir samningaviðræðum á markaði. Oddný, þið jafnaðarmenn, þetta eru stóra kvennastéttir sem á að fara að semja við, eins og ég sagði áðan, það komið nú þegar kennararnir inn til ríkissáttasemjara. Þið hljótið að sem jafnaðarmenn að bakka upp þessi sjónarmið að verkalýðurinn fái kannski meira til sín heldur en hingað til hefur verið. Já, við gerum það auðvitað og við erum talsmenn efnahagslegs stöðugleika en félagslegu stöðugleiki verður að vera með. Og það verður að vera þarna jafnvægi á milli. En ef við horfum bara á vinnumarkaðinn okkar, þá hann mjög kynskiptur. Og það blasir við stórkostlegu vandi hjá kvennastéttunum, bæði hjá hjúkrunarfræðingum og mörgum öðrum kvennastéttum innan heilbrigðiskerfisins og svo hjá kennurum. Og þarna þarna bara eitthvað sem stjórnvöld verða að stíga inn í. Þetta eru bæði kjör, álag, vinnuaðstæður sem þarf að taka á ef við ætlum ekki bara lenda í stórkostlegum vanda því þarna eru börnin okkar
og sjúklingar undir. Já, en hvernig sér þið fyrir þér, ég meina, nú er fjármálaráðherra búin að segja að það sé takmarkað svigrúm til launahækkana. Við vorum í rauninni bara heppin síðast þegar sko svona ytri aðstæður, ferðamannastraumurinn gerði það að verkum að svona afleiðingarnar af læknahækkunni kannski varð ekki þetta fræga höfrungahlaup. Sko, hefur trú á því að það verði raunverulega gert eitthvað til þess að leiðrétta hlut þessara stétta án þess að einhvern veginn allir fylgi á eftir í kjölfarið? Sko, það er bara þannig að við verðum að gera eitthvað fyrir kvennastéttirnar. Það er bara augljóst mál og þarna verður að vera sambland af bættum kjörum og svo bættum vinnuaðstæðum. Og skólarnir, stofnanirnar, ríkisvaldið, sveitarfélögin verða að fara í þessa vinnu. Annars er samfélagi í vanda. En síðan er það auðvitað kjararáð sem að setti allt á hliðina þegar að niðurstöðu þeirra komu og ASÍ ákvað semst að fresta því að segja upp samningum í fyrra, þar til núna í febrúar. Þannig að það er svolítið ögustund núna í febrúar af því að ASÍ eru auðvitað, þau eru mjög stór, þau hafa mikil áhrif. Ef þau ákveða að segja upp samningunum núna, þá eru við í vanda öll sömum. Þannig að það kannski skiptir máli hvað kemur út úr þessari nefnd sem hefur núna 3 vikur til að vinna. Mér sýnir samt á erindisbréfinu að þau eru bara að horfa til framtíðar en ekkert verið að gera upp það sem er búið að gera og ekki að laga þennan forsendubrest sem að menn horfa á. Og það er auðvitað stór mál. Það gerist núna á næstu vikum. Meinarðu þá að þessi nefnd ætti þá einhvern veginn að vinda ofan af því sem að kjararáð, þessum ákvörðunum kjararáðs hinga til eða? Nei, ég er að segja, ég get ekki sé hún hafi það hlutverk. Nei. Þannig að eftir stendur En ætti að hafa það þá að þínu mati? Já, eftir stendur forsendubresturinn. Það er þannig og ASÍ og SA hafa viðurkennt að þarna gerðist eitthvað sem að breytti forsendum og væri sannlega ástæða til þess að taka upp kjarasamninga í því ljósi. Hvað verður síðan, það bara kemur í ljósi næstu viku. En þetta er í grunninn bara svona einhvers konar neyðarfundir þarna í ráðherrabústaðnum? Ég sé það þannig fyrir mér, Já. En ég náttúrulega sit ekki við borði. Nei. Steinunn, eru þetta neyðarfundir og eru þið, já, þið eru náttúrulega partur af stjórnarliðinu, eru þið sammála því að það þurfi þarna að taka höndum kvennastéttirnar og leiðrétta þeirra hlut umfram þá annarra? Já, það VG er femínískur flokkur, þannig að af því leiðir að já, við erum auðvitað sammála því að þar þarf að horfa sérstaklega til þeirra stétta og ég er sammála Oddný það að þetta snúi annars vegar sko launakjörin en líka allt hið félagslega umhverfi sem og vinnuaðstæðurnar og það hlýtur að þurfa að horfa til þess og mér finnst það ofsalega jákvætt hvernig hefur verið farið í þetta samtal eins og þú vísaðir í hérna núna í byrjun janúar og var raunar byrjað fyrir jól. Þar sem að forystufólk í ríkisstjórninni hefur sest niður með hinum ýmsu aðilum á vinnumarkaði til að eiga þetta samtal og ég held að það sé ofsalega mikilvægur grunnur þó svo að það sé svo kannski ekki stjórnvalda að vera með puttan ofan í hverjum einasta kjarasamningi, þá skiptir þetta samtal alveg gríðarlega miklu máli og mér finnst þetta að vera vinnubrögð sem eru til fyrirmyndir og ég bind vonir við að það komi eitthvað gott út úr því samtali. Silja, ert þú sammála þessu að það þurfi og finnst þér raunhæft að einhvern veginn það kom ekki allir ef það á að fara að hækka hjúkrunarfræðinga og kennara og fleiri þar sem að hafa kannski, það er svona nokkuð óumdeilt að hafi dregist aftur úr. Sérðu fyrir þér að hinar stéttirnar komi svo ekki alveg? Nei, ég sé náttúrulega ekki fyrir mér að auðvitað vilja allir meira. Já. Það er bara þannig og það telja flestir að þeir eigi rétt á að fá meira. Þannig að ég hef sjálfsögðu áhyggjur af því að boltinn fari þá af stað. En enga síður að þá vil ég náttúrulega taka undir með öllum sem að kollegum mínum hér við borðið að það er að mörg að huga og Framsóknarflokkurinn hefur alltaf talað fyrir að við þurfum að huga að auknum jöfnuði í samfélaginu. Og það að þessar stóru kvennastéttir sem eru okkur afar mikilvægar séu búin að dragast þetta mikið aftur úr eru áhyggjuefni og eins og Oddný nefndi réttilega vinnuaðstæður og fleira. Þannig að ég hef verulegar áhyggjur en vona jafnframt að þetta samtal á milli stjórnvalda og vinnumarkaðarins muni
skila einhverju, hjálpa okkur áleiðis en maður svo sem getur lítið sagt annað sko. Ég ætla aðeins að skipta kúrs en halda mig við þig, Silja. Það eru sveitarstjórnarkosningar á nættunni. Við erum ekki alveg búin að kjósa, við séum búin að vera duglega við það undanfarið. Það hefur svona gengið misvel hjá Framsókn að manna lista, mjög vel víðs vegar út á landi, og verið erfitt svona undanfarið og oft gengið vel í Reykjavík. Hvernig sérðu fyrir að þetta muni ganga? Er Framsókn að fara að bjóða fram allt ára á landinu eða? Já, það er gaman á að spyrja vegna þess að ég var á Framsóknarfundi í Keflavík eða Reykjanesbæ í gær og þangað mættu gestir meðal annars frá Hafnarfirði og Kópavogi. Og mér heyrist á öllu líka bara á samtali innan svona lokaðra Framsóknarhópa að það gangi, menn eru mislangt komnir, sumir hafa rætt nú þegar ákveðið hvað aðferð skuli beitt, hvort það verið uppstilling eða eitthvað annað. Og þeir sem eru farnir að stað að safna fólki á lista, þá uppstillingarfélögin, að það blæs byrlega með Framsókn núna og það virðist vera auðveldar en oft áður að fá fólk á lista. Þannig að ég hlakka gríðarlega til og er mjög bjartsýn að við náum að stilla fram ekki bara einhverjum listum, heldur góðum listum all land í sveitarstjórnarkosningunum. Bryndís, þú ert náttúrulega reynd í sveitarstjórnarmálunum, hefur verið í bæjarstjórn Mosfellsbæjar bara árabil, ekki rétt hjá mér. Þetta var svona oft kannski fengið töluvert minni athygli heldur en þið þingmenn og svona aðdragandi þingkosninga. Heldurðu þessi stjórnmálaþreyta muni hafa áhrif á þessar sveitarstjórnarkosningar eða verður þetta? Ég óttast það að einhverju leyti en það er alveg rétt sem þú segir að mér finnst sveitarstjórnarstigið hafa fengið allt og litla athygli gegnum tíðina og þetta eru gríðarlega mikilvæg störf sem eru unnin þarna og í rauninni ákvarðanir sem teknar á vettvangi sveitarstjórnar snerta daglegt líf íbúanna miklu meira jafnvel heldur en það sem við erum að taka ákvörðunum inn á þingi. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að tala upp sveitarstjórnarstigið og ég vil bara hvetja alla sem að kunna hafa áhuga á slíkum málum að gefa kost á sér gefa kost á sér í slík mál og ég vona innilega að við kannski þó að Oddný ætli nú að vera hörð í stjórnarandstöðinni og það verður ýmis stór mál sem við tökumst á við að við líka gefum sveitarstjórnunum eftir svolítið rými. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Þetta hefur verið, ég meina það er svona kannski það sem hefur helst náð allavega inn í fréttirnar undanfarið er oddstaprókjör hjá þínum flokki í Reykjavík sem fer fram næstu helgi ef ég man rétt. Já, mikið rétt. Það er svona skipta skoðanir þar, það er stærsta kosningamál í Reykjavík virðist ætla að vera þessi borgarlína sem að þú nú svo sem í bæjarstjórn hefur svo sem ágæta þekkingu á. Ertu bjartsýn á að þetta prókjör eða þetta oddvitakjör muni skila af sér leiðtoga sem verður samferða ykkur hinum sveitarfélögunum í því máli? Já, ég er alveg sannfærð það að þegar málefni borgarlínunar eru rædd af einhverjum vitrænum hætti og farið yfir í rökin fyrir því af hverju við þurfum að efla almenningssamgöngur og borgarlína er bara ákveðið tæki til þess að þá séu flestir sammála það. Ég allavega hef starfað á þessum vettvangi núna í allmörg ár, verið í svæðisskipulagsnefnd og verið í stjórn Strætó og ég hef ekki unnið með neinum á þeim vettvangi sem er ósammálar þessari nálgun sem við erum að fara með borgarlínunni. Og það var svo sem margir stigið fram núna og skrifaði ýmsar greinar og einmitt fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins sem fór stóran í einni grein sinni og ég las hana vel og vandlega yfir og fyrir ekki það er bara rökleysa sem kemur þar fram. Og ég meina ég er þingmaður höfuðborgarsvæðisins og það þarf að gera eitthvað í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu, það er alveg ljóst. Og ég er ekkert að segja borgarlína bjargi öllu, alls ekki, en hún er hluti af lausninni. Og ég held að við þurfum að fara að ræða það bara af mikil alvöru, hvernig ætlum við að byggja upp þetta svæði hérna. Það er gert ráð fyrir því að við þurfum að taka á móti 70.000 manns geti bæst við heill Hafnarfjörður, Kópavogur og Garðabær fram til ársins 2040 og hvernig ætlum við þá að hafa þetta svæði hérna. Og ég meina borgarlínan er ekkert eina leiðin en hún er hluti af lausninni, við þurfum líka að fara í mislæg gatnamót og það kann vel að við þurfum að breikka einhvers staðar við eða þrengja einhvers staðar að en stóra máli er það að þetta er hluti af lausninni og þetta skiptir máli og ég efast ekki það að þegar farið inn í svona umræðuna lengra með það þá séu flestir sammála það. Ég allavega spái því að ef einhver ætlar að fara inn í þessa kosningabaráttu með þetta sem stóra máli til að vera á móti ég hef ekki trú á að viðkomandi flokkur myndi ná miklu út á það. Samfylkingin er að byrja sitt prófkjör og ég gerir ráð fyrir að það sé bara með svipum hætti út all land. Dagur er náttúrulega leitt þetta undanfarið og sækist eftir áframhaldandi kjöri og virðist ekki vera mikið af mannabreitingum sem bara veit allavega svona í Samfylkingunni. Er þetta, sérðu fyrir þér að þinn flokkur sigli bara leikna sjó í höfuðborginni?
Já, við finnum fyrir miklu meðbyr, ekki bara hérna í borginni, heldur finn ég það bara í Suðurkjördæmi, að landslagið að breytast þegar kemur að mínum flokki og auðvitað gleðist ég yfir því. En það eitt sem að mér finnst skipta miklu máli og við þurfum að ræða í öllum flokkum. Það að á sveitarstjórnarstiginu eru aðeins 40 frambjóðenda, það var í síðustu kosningum, konur. Já. Og í forystusætunum voru tvöfalt fleiri karlar heldur en konur. Og það eru margir flokkar og það eru efstu sætin sem komast inn, þannig að kynjahalli er mikill á sveitarstjórnarstiginu eins og víðar. Og ég vona að allir stjórnmálaflokkar skoði þetta. Við erum með lög í Samfylkingunni að það verður að vera, ef það kalli fyrsta sæti þá er kona í því næsta. En það samt hefur það raðast þannig að fleiri karlar eru í fyrsta sæti heldur en konur. Og við þurfum að líta í eigin barm hvað þetta verða samt sem áður. En það skiptir svo miklu máli að það sem að stórar og mikilvægar ákvarðanir teknar, og það er rétt sem Bryndís segir að það er svo sannarlega varða nær samfélagið í sveitarstjórnunum, þar þarf að vera jafnt kynjahlutfall. Þar þurfa sjónarmið karla og kvenna að vera jafn HR, ef svo má segja. Og við þurfum að vinna þessu saman. Og ég vona þegar fólk núna er að fara að kjósa, velja á lista að þá sé þetta haft í huga. Steinunn, þið eruð að fara að vera með einhvers konar forval eða ekki hjá Vinstri grænum í Reykjavík. Þar hefur Líf Magnúsdóttir, núverandi oddviti, gefið það út og náttúrulega að gefa kost á sér aftur. Það er alltaf verið að fjölga fulltrúnum í allavega borgarstjórn Reykjavíkur. Þið væntanlega vonast til þess að eitthvað fylgisaukingunni sem að þið hafi fengið í síðustu alþingiskosningum smitist yfir á borgina. Ég meina, þetta er þá alveg eitthvað töluverður slatt af fólki sem er að fara að setjast það fyrir hönd Vinstri grænna í borgarstjórn. Já, og við auðvitað vonumst til þess að við reyndar fáum gott fylgi, ekki bara í Reykjavík, heldur út um allt land. En já, það er búið að ákveða það að vera með forval sem er svona okkar útgáfa af prófkjöri. Þar sem að við reyndar erum með reglur um það að fólk má ekki borga fyrir auglýsingar eða annað slíkt. Við höfum aðra leiðir til þess að fólk geti kynnt sig og þannig á að velja ég held að ég fari rétt með 5 efstu sætin. Þannig að það verður spennandi og það var mjög skemmtilegur fundur hjá Reykjavíkurfélaginu þar sem var ágætis mæting og þar voru bæði svona eldri félagar sem að tóku til máls og einnig nýtt fólk sem hefur verið að ganga til þess við hreyfinguna bara núna á síðustu misserum sem að talaði þannig að það var greinilega að máta sig inn í þetta hvort að þetta jafnvel að gefa kost á sér, þannig að það eru svo sannarlega spennandi tímar framundan og svo eiga við þetta svæðisfélögin eftir út um allt land eftir að taka ákvörðun það hvernig þau vilja raða upp á lista. Þó svo að Reykjavík ætla að hafa forval þá er ekkert sjálfgefið að það verði þannig alls staðar annars staðar. En mér langar að taka undir þetta sem Oddný sagði hér áðan mikilvægi þess að allir flokkar hugi að kynjasjónarmiðum. Því að þetta sveitarstjórnarmálin, þau koma svo beint við daglegt líf okkar allra og þar þurfum við að hafa fólk með fjölbreyttan bakgrunn og fjölbreytta reynslu vegna þess að ég held að þannig fáum við bara hreinlega bestu samfélögin, þannig að kalla og konur en líka fólk á ýmsum aldri, fólk sem hefur ólíkan bakgrunn, þannig að ég held að sveitarstjórnarmálin eins og bara stjórnmálin almennt eru auðvitað fyrir alla og mér finnst að við sem erum nú þegar í pólitíkinni eigum líka að vera duglega að tala um það. Heldurðu Silja, nú er þetta náttúrulega það eru 8 flokkar á þingi, maður heyrir af svona undirbúningi af frambúðum hjá 9, 10, allt upp til 12 flokkum hér og þar og þetta eru alls konar útfærslur af þessu út um allt land, flokkar að bjóða fram saman og svo framvegis. Er þetta bara það sem koma skal, er fjór flokkurum sem svona dóminerandi afl, er hann búinn? Ekki með að hverju situr ríkisstjórn, nei. En sko sveitarstjórnarmálin eru svolítið öðruvísi og það hefur nú tíðkast mjög lengi að fólk er að taka sig saman og Oddný, þú byrjaði nú það ekki í svona, ekki samsettum lista heldur svona, hvað ég segja, sjálfstæðum, þverpólitískum lista á sínum tíma í stjórnmálum og það verður alltaf þannig en ég bara tek undir með Steinu Þóru að
Sko ég hef átt nokkuð samtöl núna undanfarið einmitt við konur og þar sem ég hef verið að hvetja þær til að gefa kost á sér til sveitarstjórnarmála í vor. Og ég myndi segja það að við sem erum starfandi í stjórnmálum, konur þá, sérstaklega kannski, ættum að vera mjög duglegar við það að hvetja aðrar konur til að taka þátt vegna þess að mér finnst það algengara þegar ég tala við konur sem eru að velta þessu fyrir sér versus kallar að þær virðast vera meira hikandi, oft á tíðum, ekki allar náttúrulega, og þurfa svona fullvissu fyrir því að þær geti þetta og ég segi alltaf sko, ef þú býrð í sveitafélaginu þá veistu hvað þér finnst. Þú veist, það oft þessi svona spurning þekkingu, getu, vegna þess að við eigum það til öll held ég, ekki bara þessi hópur að svona við vanmetum sjálfan okkur rosalega mikið og ofmetum þekkingu annara. Þannig að þegar þú ert búin að átta á því að við erum öll bara svona tiltölulega jöfn og getum lagt okkar mörkum að þá þetta auðveldar ákvörðun. Vegna þess að það að fá að taka þátt í sveitarstjórnarmálum að það einstakt tækifæri og það kemur ekkit endilega aftur eftir 4 ár. Þannig ég bara hvet allar konur hér með til þess að sem hafa pínu áhuga að láta vaða og fara út fyrir þægindaramman og ég geri það sjálf á sínu tíma og ég sé ekki eftir því. Meira þetta skemmtilegt. Það versta sem gerist að þú tapar. Já, ég meina þá ertu búin að læra samt að vera í kosningabaráttu, þú ert búin að kynnast nýju fólki og mögulega ferði ykkur að nefnd á vegum sveitafélagsins og lærir helling af því og það bara gríðarlega gott fyrir mann, veganesti. Og frá þessari konuumræðu þá er upplætt að aðeins að svona leggja upp fyrir umræðins að taka eftir sem MeToo. Það núna liðni tæpi 2 mánuðir frá því að þið stjórnmálakonur riðið á vaðið á Íslandi með því að deila MeToo sögum og núna síðast fengum við náttúrulega algjörlega sláandi frásagnir frá íþróttakonum. Hvernig finnst ykkur viðbrögðin hafa verið og hafið trúið því að þetta sé Oddný eitthvað sem verði afl til breytinga til framtíðar í samfélaginu? Já, ég sannfærð það. Og það var Heiða Björk Hilmisdóttir, varaformaður Samfylkingarinnar og borgarfulltrúi sem setti boltann af stað. En kynferðisleg áreitni og aðferðir til að halda konum niðri í stjórnmálum ekki bundin við flokka, heldur þekkjum við þetta allar. Og stjórnmálaflokkarnir standa núna í fyrramálið fyrir sameiginlegum fundi MeToo og hvað gerum við svo og mér, sko, þær ungu konur sem flestar þær sem hafa stigið fram og sagt frá eru ungar konur. Ég held ég myndi ekki treysta mig til þess að fara í mínar sögur. Ég búin að pakka þeim svo vel inn og setja þau svo langt ofan í kistu en mér finnst þessar ungu konur vera hetjur og við skuldum þeim að halda áfram með málið og sjá til þess að þessi bylting verði til þess að hlutirnir breytist. Og ég finn það bara á köllum í kringum mig að þeir eru bara sama sinnis. Þeir bara, þeim bregður, til dæmis við sögur íþróttakvennanna. Við erum að hvetja dætur okkar til að taka þátt í íþróttum, við ýtum þeim áfram og hvetjum. Foreldrar út all land, hafa svona kíkt á stöðuna í íþróttafélögum sem börnin þeirra eru í og ég held að ég nefni þetta sem dæmi af því að sögurnar þar voru svo hræðilegar og ég gat ekki klárað að lesa þær fyrir tárum sko. og kynferðisleg áreitni þetta hefur svo skemmandi áhrif, það svo rosalega vondar aukaverkanir út allt líf þeirra sem verða fyrir slíku og þannig þetta auðvitað mjög árangusrík aðferð til að halda fólki niðri og notað í hernaði til þess að brjóta niður samfélag. En þessu þurfum við að snúa við. Bryndís, ertu sammála þessu? Já, bara hverju næsta orðið sko. Ég held þetta sé mjög mikilvæg bylting og hún strax búin að skila mjög miklu og maður kannski mjög sjokkerandi núna eftir nýjustu sögurnar í íþróttahreyfingunni og þar kemur svona, jafnvel meira bara inn út í því að nú erum við að tala börn sko. Og þarna sem samfélag þá þurfum við bara að stíga þarna inn og þetta má ekki viðgangast. En á vettvangi stjórnmálanna þá bara fagna ég því hvað hefur tekist vel til að vinna saman stjórnmálaflokkarnir að þessu mikilvæga máli. Það þessi morgunverðarfundur á morgun og við erum að velta því fyrir okkur hvað næst, hvað skref stígum við næst og ég held að stóra máli við mitt snúist það að nú þetta ekkert konumál. Þetta bara málefni samfélagsins
og mér finnst kallarnir okkar ágætu samstarfsfélagar á þinginu hafa stigið mjög vel fram og bara hrósa þeim fyrir það og ég held að það sé mikilvægt. Þetta er samfélagsmál og þá ræðum við þetta saman og tökumst á saman við þetta, bæði kallar og konur. Þetta er ekki eitthvað konumál. Maður hefur á tilfinningunni, Silja, að þessar sögur séu ekkert endilega hættar að koma. Þetta sé einmitt bara eitthvað sem finnst raunverulega allstaðar. Það sé engin undanskilin. Já, og við sem konur, sko, við vitum það allar að annarkvort höfum við sjálfur orðið fyrir ofbeldi eða vinkonur okkar, mæður, systur, frænkur, þú veist, þetta er bara allt of algengt og allt of inngróið. Þetta hefur verið hulið bara þagnarhjúpi of lengi. Það hefur komið einstaka nauðgunarmál sem hafa verið kærð þá, en þessi mál sem við erum að sjá núna, kannski þessari umræðu þetta er valdbeiting, þetta er stundum nauðganir, alvarlegt ofbeldi, kúgun, ég bara tek undir með félögum mínum hér að þetta er gríðarlega mikilvægt að öll þessi, ekki bara við sjálf svona í okkar horni, heldur bara stjórnmálasamtökin, vinnustaðir, íþróttafélög, það lítur núna allir í eigin barm og eins og segir, sko, þetta er ekki kvennamál, þetta er samfélagslegt mál, mjög mikilvægt að við byggjum ekki upp heilbrigt samfélag nema að uppræta ofbeldi og kúgun. Það er alveg á hreinu. Steinunn, örstutt í restina. Já, ég tek undir hér hvert orð og það sem mér finnst svo mikilvægt hvað það hefur tekist að sá fræjum af umræðu út allt samfélagið og ég bind ofsalega miklar vonir við það og kvennasamstaðan hefur skipt alveg gríðarlegu máli og svo það hvernig karlarnir hafa gripið umræðuna og eru farnir að líta í eigin barm og hugsa hvað getum við gert til þess að styðja við konur og til þess að taka þátt í samfélagsbreytingunum. Og þess vegna hef ég trú á því að það verði alvöru breytingar vegna þess að mér finnst eins og við séum núna öll í þessu. Já, nákvæmlega. Kæra þakkir alla saman fyrir komuna. Þau koma hérna til mín eftir örskamma stund Borgar Þór Einarsson, aðstoðarmaður utanríkisráðherra og Ingibjörg Þorsteinsdóttir, formaður Dómarafélagsins.